Góðan dag öllsumul, komið sæl og verið velkomin á kynningarfund Reykjavíkurborgar fyrir starfsfólk í hverfiskjörstjórnum við alþingiskosningar 25. september 2021. Ég heiti Hildur Liljandal Viggorsdóttir, þið þekkið mér nú sjálfsagt flest. Ég verkefnastjóri kosninga á skrifstofu borgarstjórnar og með mér hérna við borðið eru Þórhildur Lilja Ólafsdóttir sem starfsmaður yfirkjörstjórna og vinnur hjá borgarlögmanni og Helga Björk Laxdal, skrifstofustýran mín og skrifstofu borgarstjórnar. Allnokkur kunnulega andlit í salnum og vonandi ennþá fleiri að horfa á internetinu. Við ætlum að fara aðeins yfir daginn og ákverðið í von. Við byrjum hérna á kosningakverinu, það er komið úr prentun, voðalega fínt, ég sendi ykkur það í tölvupósti á eftir. Þar eru helstu breytingar þær að það er komin kafli kynrænt sjálfræði, ný lög kynrænt sjálfræði, tóku gildi í fyrra og svo eru stafrænu ökuskírteinin notuð að þessu sinni og það verður sérstaklega fjallað það í leiðbeiningunum ykkar líka. Sóttvarnaáætlun er bara svona í meginatriðum í samræmi við gildandi takmarkanir sem eru nú ekki miklar. Við erum með einstefnu kjörstæði þar sem því verður við komið. Við erum að fjölga kjörstöðum, þeir eru minni að þessu sinni. Við höfum ekki grímuskyldu fyrir starfsfólk en við mælumst til þess að þið beri grímur ef þið eruð á ferð kjörstaðinn. En á meðan þið sitjið á ykkar stað er ekkert sérstakt tilefni til þess að hafa miklar áhyggjur af því. Ákvæði laga kynrænt sjálfræði lögunum er ætlað að tryggja rétt einstaklinga til þess að skilgreina eigið kyn og rétt til að breyta opinberri skráningu kyns og tryggja þannig að kynvitund þeirra njóti viðurkenningar. Með gildistöku laganna var sú skylda lögð á opinbera aðila og einkaaðila sem skrásetja kyn að gera ráð fyrir hlutlausri skráningu, til dæmis á skilríkjum, í eyðublöðum og í gagnasöfnun. Fyrir okkur hefur þetta þær afleiðingar að nú eru í kjördeildabókunum, á prikablöðunum og í uppgjörseyðublöðum öllum 3 dálkar í stað 2 fyrir skrásetningu kyns. Kynskráning fólks kemur fram í kjörskránni sjálfri, það er enginn eiga aldrei að koma upp þær aðstæður að það sé tilefni til þess að spyrja fólk kynskráningu. Þið getið hins vegar lent í því að nafn kjósandans í kjörskránni samræmist ekki því sem kemur fram á skilríkjum og þá bara skoðið það, takið það bara til skoðunar, þið kunni leiðir til þess og alltaf að hringja bara í mig í 411 49 15 ef einhverja spurningar vakna eða þið teljið ykkur vera komin á einhvern vegg. Þá er það bara þetta hefðbundna velkomin til starfa. Ásýnd kosninganna skiptir miklu máli og stendur og fellur með því að starfsfólk á kjörstöðunum sjálfum veki, sé traustvekjandi og kjósendum líði eins og framkvæmdin sé bara smurð. Og þetta felur auðvitað í sér að þið þurfið að átta ykkur á því að þið eru í þjónustustarfi við kjósendur og við starfsfólkið ykkar á kjörstöðunum. Þið gætið að sjálfsögðu fyllsta hlutleysis í öllu og eruð meðvituð þagnarskylduna. Í upphafi dags mæta 2 fulltrúar úr hverfiskjörstjórn í Ráðhús Reykjavíkur fyrir Reykjavíkurkjördæmi norður og Hagaskóla fyrir Reykjavíkurkjördæmi suður. Þar verða afhentir atkvæðaseðlar og kjörgögn. Við munum tala við ykkur öll í tölvupósti á morgun, senda stakan tölvupósti á hverja kjörstjórn fyrir sig til þess að auðvelda ykkur að tala ykkur saman hver kemur að sækja.
Viðkomandi fer síðan með sendibílnum og kjörgögnunum á kjörstaðinn. Það auðvitað eins og þið þekkið og liggur svona svolítið í hlutarins eðli mikilvægt að missa aldrei sjónar á atkvæðaseðlunum og kjörkössunum á leiðinni. Hér erum við svo með mætingalista. Klukkan 7:10 í Reykjavík Suður mæta fulltrúar úr þessum hverfiskjörstjórnum: Árbæjarskóla, Breiðholtsskóla, Ingunnarskóla, Íþróttamiðstöðinni Austurbergi, Norðlingaskóla og Ölduselsskóla. Þetta eru þeir kjörstaðir sem eru landfræðilega fjærst og 10 mínútum síðar mæta fulltrúar hverfiskjörstjórna í Borgarbókasafni, Kringlunni, Breiðagerðisskóla, Frostaskjóli, Hagaskóla og Hlíðaskóla. Í norður þetta svona: klukkan 7:10 koma fulltrúar úr Borgarskóla, Dalskóla, Foldaskóla, Ingunnarskóla, Klébergsskóla og Rimaskóla og 7:20 Álftamýrarskóla, Höfðatorgi, Kjarvalsstöðum, Laugalækjarskóla, Menntaskólanum við Sund, Ráðhúsi Reykjavíkur og Vesturbæjarskóla. Aðrir fulltrúar hverfiskjörstjórna mæta stundvíslega á kjörstað, alls ekki seinna en 8. Fínt að vera komin svolítið fyrr og við minnum á að vanda að bílastæðin sem eru næst kjörstaðnum eru hugsuð fyrir kjósendur. Hvetjum ykkur til þess að koma náttúrulega bara alls ekki á einkabíl en að þið gerið það að leggja eins langt frá kjörstaðnum og þið treystið ykkur til. Nú svo haldið þið morgunfund með ykkar starfsfólki og þetta hefur í gegnum tíðina bara reynst nauðsynlegt að hamra svolítið á þessu af því að það hefur svona verið aðeins allur gangur á því hvort og hvernig þessi fundur haldinn. En hverfiskjörstjórn skal halda fund með öllu sínu starfsfólki klukkan 8:10 á kjördag. Þá tekið manntal, farið yfir mætinguna, hringt í þau sem ekki eru mætt. Á fundinum skal fara ítarlega yfir framkvæmd kosninga á kjörfundi og svara öllum þeim spurningum sem kunna að koma upp. Í hverinu einhvers staðar ágætur listi yfir hluti sem þið eigið að fara sérstaklega yfir á þessum fundi. Og við treystum ykkur til þess að kynna ykkur það ljómandi vel. Þið farið sérstaklega vel yfir nýmæli í framkvæmdinni, það að segja stafrænu ökuskírteinin og hvernig á að skanna þau. Þau ykkar sem eruð í salnum sjáið að hérna á öllum borðum eru farsímar í hleðslu. Þessir símar eru ætlaðir undir kjörstjórnum. Það ekkert á þeim nema app til þess að skanna ökuskírteini. Það ekki hægt að gera neitt annað við þá. Þið þurfið hins vegar að morgni kjördags að kveikja á símunum fyrir allar ykkur undirkjörstjórnir og einhver úr hverfiskjörstjórninni að skrá sig inn í appið með rafrænum skilríkjum. Við höfum metið það svo að það sé öruggara að hverfiskjörstjórnin noti sín rafrænu skilríki til þess að skrá sig inn á þetta. Það á að haldast síðan sú innskráning allan daginn. Þið auðvitað látið okkur vita að það verður einhver misbrestur á því, en frekar en að þessar 450 manneskjur niður í 18 ára aldur sem sitja í kjördeildunum séu að skrá sig inn með sínum skilríkjum, þá finnst okkur eðlilega að þið bara berið ábyrgð á því. Það að þið afhendið síðan þessum undirkjörstjórnum síma þar sem þið eru skráð einhvers staðar inn á ykkar rafrænu skilríkjum veitir þeim ekki aðganga neinu öðru. Þau geta ekki notað þennan síma í neitt annað en að skanna stafræn ökuskírteini. Þið farið vel yfir þetta á morgunfundinum. Sama gildir breytingar á kynskráningu og að þessum fundi loknum hafið samband við okkur í kosningaverinu hérna hinum megin við ganginn í gegnum síma 411 4915 eða tölvupósti og látið okkur vita ef ykkur vantar starfsfólk eða eru með auka fólk og svo framvegis. Þið eru nú reynsluboltar á öllum stöðum sem að ættu að þekkja þessa framkvæmd ágætlega. Nú, hvað stafrænu ökuskírteinin varðar, þá ágætt að spyrja kjósanda og þið megið alveg benda undir kjörstjórnunum ykkar á það. Það velkomið að spyrja kjósanda hvort hann sé með einhver önnur skilríki meðferðis þegar hann framvísar þessu skírteini vegna þess einfaldlega að þetta aðeins tímafrekara.
og við viljum auðvitað gera allt sem við getum til þess að koma í veg fyrir það myndist raðir og sérstaklega ef við dráum einhverjum álagstímum eða eitthvað slíkt. Bara öllum bænum spyrjiði bara, ertu nokkuð með ökuskírteini úr plasti? Nú, þetta fer svo þannig fram að kjósandinn sjálfur uppfærir skírteini sitt þannig að það birtist á því ný dagsetning og tímasetning. Kjörstjórn skannar svo strikamerkið og ber saman við kjörskrána. Þetta lítur leiðbeiningarnar sem við fengum frá ráðuneytinu líta svona út. Og við erum búin að prófa þetta og ég held að þetta verði ekkert vandamál. Svona ykkur að segja. Ég hef ekki teljandi áhyggjur af þessu. Ekki lengur að minnsta kosti. Nú, svo kemur hérna ný morgunfundaglæra, sem er skemmtilegt. En þið vitið svo sem hver þessi helstu atriði eru sem þið eða fara yfir. Þið kynnið skipan í störf, farið yfir hvernig dagurinn á að ganga fyrir sig, kynnið það hvernig þið ætlið að haga matar- og kaffipásum og afleysingu og allt slíkt. Það er algjörlega ykkar ábyrgð að útfæra það og skipuleggja. Svo er náttúrulega bara lykilatriði að bæði þið og undirkjörstjórnirnar ykkar séu meðvituð það að hlutverk ykkar er að vera til staðar fyrir þau og styðja þau í að geta framkvæmt það sem þau gera niðri á gólfinu. Þið eigi líka alveg að geta sest inn í kjördeild og leyst af ef á þarf að halda. Þið eigi bara að geta gengið í öll störf á kjörstanum. Nú, þetta er svona, þið byrjið á því að kveikja farsímum á tölvu, þið skráið ykkur inn í farsíma undirkjörstjórna, tilkynnið mætingu, notið Outlook eða síma í samskiptum við okkur. Þetta er allt saman í hverinu. Þið sendið ekki umfram starfsfólk heim á þess að tala við okkur fyrst og bara helst alls ekki. Og reynið að passa upp á það eftir fremsta megni með mér að það sé vant fólk í öllum kjördeildum. Að vera með kjördeild með 3 manneskjum sem aldrei hafa unnið áður er bagalegt. Við reynum að forðast það eftir fremsta megni. Nú, þá held ég að hún Þórhildur ætla að taka hérna við. Þið megið spyrja núna, já. Já, ok, til þess að allir heyri. Ég er að velta fyrir mig með rafrænu skilríkin, þarf ekki að virkja kortið á viðkomandi einstakling til þess að hann geti skráð sér rafrænt eða hvernig, ég hélt að kortið þyrfti að skynja að ég var að skrá mig inn. Áttu við SIM-kortið í þessum síma? Já. Nei. Það þarf ekki? Nei, þú þarft ekki að skrá þig inn á þennan síma sérstaklega, þú þarft að skrá þig inn á appið sem er í honum. Og það getur þú gert með rafrænum skilríkjum, en þú þarft þinn persónulega síma á móti því til þess að geta parað á saman. Þegar ég er að skrá mig inn? Já. Ok, ég skildi ekki alveg hvernig ég átti að geta skráð mig inn á einhvern síma sem skynjar ekki þetta sem ég, Nei, ég skil. En það er sérst þannig að þegar þú opnir appið, þá býður það þér að skrá þig inn með rafrænum skilríkjum. Já. Þá færðu sendan kóða í þinn síma. Ok. Þú slærð inn símanúmerið þitt, færð sendan kóða í síman þinn og samþykkir það. Þarf ég að gera það með hvert síma? Hvern og einn? Já. Í hverju kjördeild? Ok. Já. En þið eru nú 3 á flestum stöðum og ættu að geta skipt þessu með ykkur ef ykkur finnst þetta að taka tíma eða... Hleðslan á að duga daginn? Hleðslan á að duga daginn. Þess vegna erum við að hlaða það á fullu. Já. Ok, takk. Fleiri? Ágúst? Við vorum að velta fyrir okkur með... Gerir kaflan aðstóð? Eða kannski Helga? Það er mega ráð að því. Hjörvar Pétursson spyr, þegar starfsmaður í hverfiskjörstjórn leysir af í undirkjörstjórn, á hann þá að vera með grímu? Það er engin grímuskylda fyrir fólk sem er að sitja kjört. Ef þið eruð á einhverju flakki, þið eruð að labba kjörstaðinn, þið eruð á leiðin í mat, þið eruð að gera eitthvað svona mildileg tilmæli að bera grímu. En það er engin grímuskylda á þessum stöðum
og ekki hjá kjósendum heldur en við mælumst til þess að kjósendur beri grímu en ekki starfsfólk. Nei. Ég fæ kannski aðeins að koma inn í þetta. Sóttvarnaráðstafanir eins og þær eru í gildi núna gera ráð fyrir því að beina til fólks nota grímu þar sem ekki hægt að viðhafa eins og fjarlægð eða þar sem að fólk sem ekki í nánum tengslum. Þannig að það verður mælst til þessa kjósendur sem þurfa að vera í stuttan tíma inn á kjörstaðnum noti grímur. Það verður aftur ekki grímuskylda. Við getum ekki gert það þegar að það ekki grímuskylda í gildi í landinu. Já, sko núna heyrir fjárfundurinn ekki í þér þannig að við skulum bara, ég skal svara því bara á eftir þegar þú kveikir á þér en sömuleiðis með undirkjörstjórnar við viljum ekki fara fram á það að þau sitja allan daginn með grímu vegna þess að þau þurfa að sitja á meðan kjósendur koma inn og einn stuttan tíma. Það bara eðlilegt og það bara í samræmi við í raun og veru eins og henni framfylgt á flestum stöðum. Það sama með ykkur, þið eruð að þvælast á milli, þannig að það eðlilegt að þið setja á ykkur grímur þegar þið eru að fara á milli, ekki undirkjörstjórnar, en þið metið þetta vegna þess að það ekki grímuskylda ef þið náðu að halda metisfjarlægð. Þar af leiðandi getið þið nú gert ýmislegt, en ef þið ætlaði að fara bógra mikið ofan í undirkjörstjórnar ykkar, þá væri mjög fallegt að hafa grímur. Já, sko það sem ég var að menna með grímuskyldan ég vona heyrist í mér sko að þið getið sett þetta fyrir sko okkur sem erum í hverfiskjörnum þegar við erum almennu rýmum eða og já, mér finnst bara mjög gott að þetta kom bara hreina línur hjá ykkur sem að þið gerir þetta fyrir vinnuveitundur okkar sko. Tekum þetta vissu leyti, það væri mjög gott ef það væru mjög skýra reglur í gildi, þar eru það ekki, þar eru nákvæmlega svona, þess vegna erum við að mælast til þess að þið, vegna þess að við erum náttúrulega ekki að byrja í þessu ástandi núna, að þið metið það og þið noti grímur þegar að þið treysti ykkur ekki til þess að halda metisfjarlægð. Og síðan fólk mismunandi, það geta verið sumir í hverfiskjörstjórn sem kjósa að vera með grímu allan daginn, gerum engar athugasemdir við það. Aðeins í sambandi sóttvarnir að því að var talað að við erum að passa að vera ekki smituð þegar við mætum á það sko. Eigum við að fara í skimun á morgun eða hinn eða áður við mætum eða hvað viljið þið? Þetta bara mjög góð spurning. Það sama í raun og veru bara meðan við þær sóttvarnaráðstafanir sem gildi núna, það er búin að vera miklar afléttingar. Við vorum alveg undirbúin undir það krefjast þess. En það ekki krafa. Við höfum óskað, beint því til talningafólksins sem verður í mjög mikið til nálægan kvöldið að fara í hraðpróf og það eru náttúrulega bara þessar sömu reglur eins og í gildi þegar maður mætir í vinnuna að ef það eru einhver einkenni þá mætið þið ekki. En það væri mjög heppilegt ef að hverfiskjörstjórnarmenn gætu hugsað sér að fara í hraðpróf deginum undan. Það tala ekki ef einhver nálagt í sóttkví eða eitthvað slíkt, en við erum ekki að krefjast þess, en það höfum við ekki heimildir til þess að krefjast þess. En það væri vissulega mjög vel gert og ég ætla að gera það. Nú næsti fyrirlesari bara farinn. Nei, þannig að Þórhildur ætlar að taka við og fara yfir nokkra glærur og svo tek ég við. Einmitt. Ég vön að standa hér og tala? Nei. Ég að slökkva? Ég að kveikja núna? Kveikt, já, flott. Sælveriði, gaman að sjá okkur svona mörg hérna. Þórhildur heiti ég og starfsmaður yfirkjörstjórnar og mun vera með ykkur á kjördag, næstkomandi laugardag, sem ég hlakka mikið til. Og ég ætla aðeins að fara hérna yfir, ef ég finn þessa glæru sem á að vera umboðsmenn, já, þá ætla ég að fara yfir það með ykkur stuttlega. En sem sagt, frambjóðendur hafa heimild til að
tilnefna 2 umboðsmenn til yfirkjörstjórnar og frambjóðarnir sjálfir geta líka verið umboðsmenn og það sem sagt er gefið út sérstakt umboð til þeirra sem að þeir verða framvísa til ykkar þegar þeir koma. Og umboðsmönnum er bara heimilt að vera viðstaddir í raun allan kjördaginn frá upphafi til enda og sem sagt, en svona það ber að vera svona fylgjast bara svolítið vel með þeim að þeim er ekki til dæmis heimilt að vera að fara inn í kjörsfundarstofuna og vera að taka þar myndir eða skipta sér af eða eitthvað slíkt. Þannig að það þarf bara að nálgast umboðsmennina og sýna þeim bara lipurð og kurteisi allan daginn en líka bara setja ákveðin mörk til að kosningin gangi snurðulaust. Og þannig að þið getið sko takmarkað ef þeir ætla að fara að valsa inn í kjörfundarstofuna þá ykkur heimilt að grípa þar inn í. Og svo rétt að það komi líka fram að umboðsmenn hafa heimilt til að innsigla í raun það sem að þið hafið heimilt til að innsigla og samkvæmt lögum og það þýðir meðal annars kjörkassana við skipti og flutning þeirra og það því rétt að sko hver kjörstjórnarfulltrúi sé ávallt í fylgd með umboðsmanni komist til þess að þeir óski eftir að innsigla til dæmis þegar kassaskipti sem er 5-leytið. Og það verður líka að passa það að tefja ekki sko kassaskiptin því að eins og þið vitið þá er bara verið að bíða eftir kössunum inn í Laugardalshöll þar sem að áætlum að loka klukkan 6 og ef viðkomandi umboðsmaður er með bara við lentum svo sem í því í síðustu kosningum að þú veist þetta var orðið bara eins og það vildi setja límmiða út allt, það er ekki, þú veist það er bara ekki heimilt, það verður líka og þetta má ekki tefja framkvæmd kosningana. Þetta verður að vera innan skynsamlega marka og við erum ekki að bíða eftir umboðsmönnum eða búið tilgreina við ætlum að skipta kassa á þessum tíma, þú veist þá er það bara stendur það. Og eins að ekki athygli á því að öll myndataka inni í kjörfundarklefanum og náttúrulega bara inn á kjörfundarstofunni er algjörlega óheimil og sem á notkun síma. Og við fórum yfir bara þessa myndatökur sem að náttúrulega bara, þið þekki það þegar sko oddvitar frambjóðan er að koma, þá er náttúrulega bara mikil stemning fyrir því að ná myndaðum, setja atkvæðið onni. En þú veist, þegar þetta er alveg heimilt, en þá þarf bara að passa að frambjóðandinn sé einn inni og að myndatakan fari ekki fram inni í stofunni og þeir með að gera þetta fyrir utan stofuna og gæta þess bara tillit til annarra kjósenda að það sé ekki aðrir kjósendur þarna inni. En eins og ég segi þessi umboðsmenn, þeir náttúrulega líka gegna mjög mikilvægu hlutverki við eftirlit með framkvæmd þessara kosninga. Og þeir hafa eins og ég segi heimild til að setja innsigli og en þeir, eins og ég segi, þeir verða að standa fyrir utan kjördeildina, þeir ekki verða þarna inni. Viltu spyrja strax þetta? Má ég spyrja núna? Já. Myndatöku fjölmiðla. Hvað ef að fjölmiðla vilja koma og taka svona yfirlitsmynd yfir bara kjörstaðan eins og upp í Austurbergi þar sem ég verið bara stór salur og allt að, þú veist, vilja bara koma og taka svona almennt yfir. Er það ekki bara bannað? Við höfum ekki gert athugasemdir við það, en sko fjölmiðlar eiga að gefa sig fram við hverfiskjörstað þegar þau koma inn á kjörstað. Við höfum ekki gert athugasemdir við þetta. Kjörstaðurinn er opinber staður þar sem maður getur átt von á því að það sé alls konar fólk að taka myndir og það og svo framvegis. En það er bara mjög fínt að beina því til þeirra að gæta að sko bara réttindum kjósenda sem er á staðnum, að sé ekki verið að taka nærmyndir eða eitthvað slíkt sko. Þannig að oftast að taka tillit til þess. Þeir koma mjög oft hérna niður og taka bara gönguásnum. Þannig að það hefur ekki verið ástætt til þess að taka fyrir það. Aðalmálið er í raun og veru bara þetta að fara vel yfir það með undirkjörstjórnunum og stöðva kosninguna meðan. Það er ekki gaman að vera einhvern veginn sjálfur að greiða atkvæði og koma fram út í kjörklefanum og það stendur bara eitthvað frambjóðandi og þú veist,
4-5 myndatökumenn með honum. Það bara helst að reyna að komast fyrir það ef við getum. Má ég aðeins spyrja að því við höfum umboðsmannunum, svona ekki góð reynsla. Það gerðist, já, að það voru, sko, þetta var smá uppákomi í Hagaskóla, að því umboðsmenn voru svo að framselja umboð og við stóðum allt í hennu frammi fyrir og nú bara yfirkjörstjórnarmaður sem lokaði hurðinni en okkur datt ekki í hug að það væri 17 umboðsmenn frá einu flokki. Þá voru þið búin að framselja þetta alveg hver af öðrum og enduðu náttúrulega með að kæra okkur. Þú veist, hvernig með þessi framsöl á umboðum? Getum við lent í þessu eða þetta fyrirbyggja svona uppákomur? Sko, það ekki hægt að fyrirbyggja þetta. Nei. Það eina sem við getum gert er í raun og vera að beina til frambúðana og þeirra aðal umboðsmanna sem eru að þeir sýni í raun og bara tillit til þess að við erum að framkvæma kosningar. Við ættum að taka tillit til umboðsmannana og leyfa þeim að sinna sínu kosningaeftirliti að því eins og Þórhildur sagði það mjög mikilvægt. Það eru margir flokkar í frambúði, það eru margir umboðsmenn, þannig að við erum að reyna að undirbúa umboðsmennina eins vel og við getum. Þeir eru á námskeiði hérna hinum megin við ganginn, þar sem við erum að fara yfir hluti, þeir eru með sérstakann tengilið, þannig að þeir munu fá upplýsingar þar allar helstu tímasetningar og svo framvegis, þannig að við erum að reyna að fyrirbyggja eitthvað svona bara með því að veita þeim allar nauðsynlegar upplýsingar. Já, því þetta var mjög óþægilegt, því það gerði sér ekki grein fyrir að Ég get vel skilið það og það er erfitt að koma í... bara vitlaust fram á gangi, sko. Nei, það er erfitt að koma í veg fyrir það, en þess að við erum að reyna með því að sko útskýra fyrir þeim hvernig þeir eiga að koma fram og svo framvegis og svo náttúrulega bara ef að þið lendið í ykkur svona og ég man alveg eftir þessu atviki, þetta sem betur fyrir kemur ekki oft upp, þegar við erum að tala svona mikinn fjölda sem að hafði ekki farið gegnum neitt námskeið hér, að vera í sambandi við okkur inn í Ráðhúsið, ég gera frá, nei, eða yfirkjörstjórn eða bara hér inn í Ráðhúsið til þess að við getum sendið eitthvað til þess að aðstoða þá. Já, við gerðum það þá en þetta náttúrulega bara gerðist meðan það var verið. Þetta hefur því miður komið fyrir, þetta hefur komið fyrir í Árbæjarskóla líka fyrir nokkru kosningu síðan. Já, endilega. Komið sæl, Ari Karlsson í yfirkjörstjórn Reykjavík Norður. Ég ætla bara líka að árétta að yfirkjörstjórnir hafa samþykkt fundarreglur sem þið hafi fengið sem hafi verið og það verða sendar til ykkar þar sem það búið að fara yfir reglu varðandi framsalumboða, varðandi háttsem á kjörstað, hvernig þið gera athugasemdir, hvernig þið bóka og fjölda við eftirlit í hverri kjördeild og það megi takmarka þetta og þessar reglur voru settar einmitt til þess að bregðast við þessu þannig að hverfiskjörstjórnar hefðu í raun og veru þessar reglur sem voru bara einfallega óskráðar, að þær væru skráðar, þannig að þær verða sendar til ykkar, þær eru ekki í hverinu, þannig að þið eru með það tæki, þú veist, ef það reynir á eitthvað í samskiptum við umboðsmenn og þeir sem hafa verið þekkja þessar reglur, þær hafa verið síðan í borgarstjórnarkosningunum 2018 og í fyrra og núna koma þær aftur, þannig að þær eru sem sagt hjálpartæki ykkar í þessum aðeins. En þetta allavega, þetta var nú yfirkjörstjórnarmaður sem að lenti að loka á nefið þá, eða semst lokaði hurðinni. En bara fínt að þetta sé búið að reyna að koma í veg fyrir þetta. Við reynum. Við gerum það sem við getum. Gerðabókin, hún bara náttúrulega fylgir í töskunni og hún gríðarlega mikilvæg og það ber sem sagt, ég hvet ykkur til að skrifa bara meira heldur en minna í bókina og það eru náttúrulega bara, sem sagt, þetta mjög gott tæki fyrir okkur sem erum að vinna í þessum kosningum að sjá hvernig kosningin hefur gengið, hvað megi bæta og þú veist, þetta bara trúnaðarmál sem skráð þarna niður en þetta á svona vel skrifuð gerðabók á að veita svona innsýni í það hvernig dagurinn hefur í raun gengið og sem sagt, það bara í hverinu dæmi bókanir sem eru til fyrirmyndar hvernig á að skrifa en þú veist þetta þarf líka að vera hjálpatæki fyrir okkur upp á til dæmis bara fólk ekki að valda starfinu sínu eða eitthvað hefur komið upp á eða eitthvað bara sem að þið einfallega viljið koma á framfæri þannig að sko því meira sem þið skrifið því í raun
þú veist, ég er ekki að biðja bara nákvæmlega, þú veist, þannig, en svona atriði sem að eru til þess fallin að valda vafa eða þið viljið koma framfæri, endilega skráið það niður. Og hvet ykkur til að kynna ykkur þessa bókanir sem að finna í hverinu, sem að við höfum valið svona úr, sem eru í raun svona fyrirmyndabókanir. Sem sagt, skipti á kjörkorsunum við, það borgar sig að vera, þú veist, maður verður að undirbúa þetta pínlítið vel á varbergi þegar þetta gerist og vera alveg með tímasetninguna á hreinu. Og sem sagt, það er einn fulltrú hverfiskjörstjórn sem að sér alltaf flutning kjörkassana og kjörgagna og kjörstað til yfirkjörstjórnar ásamt einum starfsmanni. Þið farið ekki þið takið einhvern úr undir kjörstjórn með ykkur. Og það verður skipt á kjörkorsum milli klukkan 5 til 17:20 og það er gríðarlega mikilvægt eins og þið áttið ykkur á að rauð kjörkassans sé innsigluð áður en hún er send til yfirkjörstjórnar. Aðeins að fá að skjóta hér inn í bílstjórnir mæta stundum til ykkar 10 mínútur, korter, 20 mínútur undan, ekki láta það setja ykkur út af laginu, ef bílstjórnir kom þá bara býður hann. Þið getur byrjað að undirbúa og svo framvegis. Ég man eftir því þegar hljóp bara paník nokkra kjörstaði þegar bílstjórinn var mættur og ætlaði bara að vera í kaffi og allt í einu var bara búið að skipta alla kassa 40 mínútum undan áætlun. Þannig að bara, þið byrjið bara klukkan 17, hvort sem hann er komin eða ekki og bara mókið körsónum út á. Við setjum þetta upp í raun og veru þannig að þetta á alltaf ganga svona til þess að þeir fari ekki á snemma stað. Því við erum líka að reyna að ná eins miklu. Þetta svona lítur sem sagt svona út. Síðan fer, eins og ég segi, fulltrú hverfiskjörstjórnar með einum starfsmanni með fullan kassa í Laugardalshöll. Þar sem að ég mun taka vel á móti ykkur og það er afar mikilvægt til að við getum haldið svona tímastruktúrnum sem við erum búin að leggja upp með að kassarnir séu komnir svona korter í 6. Þú veit alveg að það getur verið umferð og allt annað slíkt en það er mjög mikilvægt að reyna að láta kassaskiptin ganga svona tiltölulega snuðrulaust fyrir sig. Og ef að sem sagt, Helga og Ebba eru ekki búin að koma til ykkar fyrir daginn og taka lyklana, þá bara endilega ekki, þá komið þið með þá, en þeir eiga að vera komnir í hús. Og líka passa að þið séu með eyðublaðið, rétta eyðublaðið útfyllt með ykkur. Og þetta er alltaf eitthvað sem að getur komið fyrir og við fórum yfir með undirkjörstjórn áðan og sögðum bara alltaf ef eitthvað kemur fyrir þá er það að vísa á ykkur. Þannig að þið verður náttúrulega að vera tiltölulega og þú veist, ég þreytist ekki á því að þú veist, þegar maður er búin að starfa í svona mörgum kosningum, það er svo margt sem getur komið upp á. En við verðum alltaf bara að passa að vísa aldrei kjósanda frá. Þú veist, segja aldrei bara, heyrðu, þetta er bara búið spil, þú verður að fara. Þannig að við verðum alltaf að reyna að gera það sem við getum. Og þú veist, það er svo margt sem getur komið upp og viðkomandi er ekki með skilríki eða hann finnst ekki kjörskrá og þú veist, hann veit ekki hvað hann á að kjósa og annað slíkt. Að það er ykkar hlutverk að reyna að aðstoða kjósanda á sem bestan hátt. Ef þið hins vegar eruð ekki með neinn úrræði eða þið getið ekki fundið út úr þessu, þá endilega hafið samband við yfirkjörstjórn. Og sem sagt, ég hvet ykkur til að ef þið eru ekki sjálf búin að kjósa, að sem sagt, vera búin að kjósa fyrir, þú veist, eða það er mögulegt að þið komið í við, það er hægt að kjósa utan kjörfundar til klukkan 10, bæði í Smáralind og í Kringlunni, en ef að það er ekki hægt, þá vissulega verður brugðist við því og reynda aðstoða alla að þeir geti nýtt kosningarétt sinn. Já. Kannski bara rétt að bæta því við hvað þetta varðar að við viljum að sjálfsögðu líka og það best að það gerist bara á morgunfundinum að þið spyrji starfsfólkið ykkar hvort það er einhver þar sem á eftir að kjósa og þarf að fara eitthvað annað til að kjósa. Ef að starfsfólkið ykkar er statt í
mikilli fjarlægð frá sínum eigin kjörstað eða til dæmis í öðru kjördæmi og verður að fá að komast til þess að kjósa, þá þurfið þið að finna einhverja leiðir til þess að redda því. Bara bið ykkur fyrir alla muni að reyna að sjá til þess að starfsfólkið ykkar fái að greiða atkvæði ef það ekki búið að því á kjördag. Svo náttúrulega, það ykkar hlutverk að svona passa að þetta gangi svona tiltölulega snurðulaust fyrir sig á kjördag og þú veist að gera að vera sýnileg á kjördag, verið á vappi, þú veist, labbið og athuga hvort það í lagi, þú veist, ef það að farin að koma til dæmis óeðlilega löng röð eða eitthvað slíkt, þá mögulega kannski eitthvað að. Og það þarf líka að passa upp á það að varðandi villur. Að ef þið líka sjáu það við komum kannski ekki að það þarna oddviti eða einhver sem ekki valda alveg hlutverkinu sínu, ekki hika við að skipta. Bara þú veist, þið hafið alveg umboð og heimild til þess, að sjá til þess. Og varðandi villur, það oft þannig og maður hefur séð það að þú veist, það verið að velta boltanum á undan sér, þú ætla að laga þetta næst í pásu eða eitthvað slíkt, þegar það bara svona smávegilegt, en þá svo oft erfitt að vinda ofan að þessu. Og við höfum alveg lent í því að við höfum þurft að loka kjördeild bara í heillangan tíma að því að villan bara orðin það stórvægileg. Þannig að bara að gera hvetja fólkið ykkar sérstaklega á morgunfundinum að bara ef að þið komin upp villa sem þið ráða ekki við að þið komið og bara loki kjördeildinu og aðstöðið. Og ef að það tekst ekki þá bara hafið samband við okkur. Og ég heldur reyndar ég sé með þið náttúrulega farið yfir þetta flokka atkvæðin, farið yfir þetta allt á morgunfundinum, hvernig á að gera þetta telja og skipta í flokka. En ef kjósandi ósáttur við eitthvað aðboðin eða kosninga eða eitthvað, þá mikilvægt að þið reynið að gera allt sem þið getið til að bara mæta kjósendanum í kærleik og bara reyna að finna út og reyna að leysa aðstæður eins best og hægt Ofta ekki skilja láta kjósandar rjúka út í einhverju reiði eða eitthvað slíkt, reyna að gera allt sem þið getið til að aðstofa viðkomandi kjósanda. Og aldrei sýna viðkomandi kjósanda dónarskap, ég veit alveg að kjósendur geta oft verið þannig, en bara alltaf að reyna að koma fram af kurteisi. Það eins og ég segi, ef að kjósandi finnst ekki kjörskrá, þá getur verið að það hafi verið nýlega flutningar, lögheimili erlendis eða eitthvað slíkt. Þá líka bara, ef að þið getið ekki leyst úr þessu, bara að gera að hafa samband við okkur. Og varðandi áróður á kjörstað, þið þekki þetta, það barmerki, það auglýsingar og annað slíkt. Þú veist, þetta óheimilt, þetta bannað samkvæmt lögum. Þannig að þið bara að sama mildileika mætið bara þessum aðilum og segi bara einfallega viltu vinsamlegast fjarlægja barmerkið eða húuna eða fara úr bollnum eða eitthvað, ekki kannski fara úr bollnum, en snúanum við allavega. En allavega þið hafið heimild til að gera þetta, en alltaf samsagt á þennan mildilega og kurteisa hátt. Og líka ef að þið sjáuð, eru þess áskynni að það auglýsingar frá framboðslýsunum sem í sjónlínu við kjörstað á strætóskýli eða á eitthvað slíkt, að þá bara vekja athygli á því, ekki samt þið hlaupa út og hvað vera strætóskýli, látið okkur bara vita að því og það bregðust við. Fyrirgeðu, má ég spyrja þig miðað við hvað kjörskráin núna, eða dagsetningu? 1. ágúst? 21. ágúst. Ég ætla aðeins að fara lítilega yfir afsalkostningaréttar í kjördeild til að greiða atkvæði í annarri kjördeild. Það eru ítarlega leiðbeiningar hvernig þetta fer fram í hverinu og ég treysti því að þið þekkið þetta sem flest. En eins og ég segi þá getur kjósandi gert þetta, þetta heimilt, en þetta einungis innan sama kjördæmis. Þú getur ekki verið búsettur í suðri og átt að kjósa í suðri og verið í norðri og gert þetta. Þið þekkið þetta. Og við erum líka búin að segja að það verður brjálega að gera hjá okkur því við erum búin að segja öllum í undirkjörstundum þeir alltaf að fara til ykkar þegar þetta kemur upp á. En það ykkar hlutverk að ganga í skugga að kjörstaðirnir séu í sama kjördæmi og kjósandi sé ekki búin að greiða atkvæði
og eins og ég segi, hvet ykkur til að kynna ykkur verklagið í hverinu, en það afar ítarlegt hvernig á að gera þetta. En nú sem sagt komið að bara mjög stórum lið í þessum kosningum og þar ætlar Helga Laxdal að taka við. Takk fyrir þetta. Ég ætla að fara yfir heimildir kjörstjórnar til þess að aðstoða kjósanda við kosningu. Og eins og þið vitið þá hefur verið umfjöllun þetta í fjölmiðlum núna, það að segja rétt kjósanda til þess að fá aðstoð frá persónulegum aðstoðarmanni. Þannig að við skiptum þessu í tvennt, það að segja aðstoð kjörstjórnar við kosningu, þetta byggist bara á ákvæðum í kosningalögum, þar eru bara mjög skýra reglur sem við þurfum að fylgja. Og ég veit að stundum það pínu ósanngjarnt, það getur verið ósanngjarnt að segja við fólk að það megi ekki þetta eða hitt, að það uppfylli ekki hitt og hinu þessu skilyrði, við bara verðum að fara eftir lögunum, það mjög mikilvægt. Og ef við förum bara mjög vel yfir skilyrðin og hvernig við framfylgjum ákvæðum lagana, þá bara krossum við putta með það að við lendum ekki í vandræðum á þessum kjördegi. Við fórum yfir með undirkjörstjórnunum í áðan að hvernig þau framkvæma kosninguna þegar að kjósandi mætir, biður aðstoð og að hann lýsir því yfir að hann annarkvort sjónlaus eða að honum ónýtt höndin, sem að þýðir að hann getur ekki notað höndina til þess að kjósa. Þetta eru ástæðurnar tæmandi taldar sem eru til þess að fá aðstoð og þetta vita undirkjörstjórnirnar, þetta í hverinu og svo framvegis og síðan þegar þetta hefur átt sér stað, þá sér undirkjörstjórn í raun og veru að framkvæma þetta. Kjósandinn á sjálfur óska eftir aðstoð, hann má velja sér hvert sem úr kjörstjórninni til þess að framkvæma þetta og þau að kunna það, þau fara inn og þau eru bundin þagnarskyldu og síðan atkvæði greitt bara á hefðbundinn hátt. Vandamáli aftur á móti það, þegar að kjósandi mætir í kjörlund segir ég vil að þessi manneskja aðstoði mig út með eigin mann, systir, bróðir, eitthvað svoleiðis, þá eru undirkjörstjórnirnar með mjög skýr fyrirmæli að þau vísa þessu kjósanda til ykkar. Þannig að þið eru að fara að taka þetta. Og þetta verður, ég gerir ráð fyrir því að það munu þó nokkuð margir kjósendur út af umræðu síðustu daga og það vel, láta reyna á þessar heimildir og þá það nú eins gott að við séum vel undirbúin. Má ég kannski fá græjuna? Þótt að þetta sé frábær glæra. Og þá gerist þetta. Þið takið viðkomandi kjósanda til ykkar. Hann á að vera með ykkur í innrúmi. Aðstoðarmaðurinn sem væntanlega fylgir á ekki að vera með þegar þið talið við kjósandan. Það sem að við gerum ráð fyrir að þið spyrjið kjósandan, treystir þú þér til þess að kjósa án aðstoðar? Og viðkomandi þarf að geta sagt, nei, ég þarf að fá hjálp. Og já, kosningi kjörlið stöðu, það fínt, en kemur málinu ekki við. Ef að kjósandir segir sem sagt, ég vil aðstoð, og þá á að spyrja, uppfyllir þessi skilyrði, ertu sjónlaus, ertu með ónýta hönd og þá þarf viðkomandi að segja já. Og nú þurfum við að muna það að þrátt fyrir að við höfum kannski flest öll verandi mörg okkar löglegar svo frammeins að við höfum verið með tiltölulega þrönga skýringu á því hvenær höndin ónýt, þá hefur umræða síðustu daga sýnt okkur það að það getur bara verið mjög margt annars að gera verkum að höndin ónýt, eins og til dæmis Alzheimer eða önnur tegund af sjúkdómum. Það ekki okkar að fara fram eitthvað svona læknisfræðilegt mat á því. Þannig ef að kjósandi lýsir því yfir að honum höndin ónýt og hann óski aðstoðar vegna þess, þá ætlum við að ganga eins langt og við getum innan rammalagana til þess að kjósandinn fái þessa óskina uppfyllta. Það sem að þið þurfum bara að skoða, að það þarf að vera algjörlega klárt að viðkomandi vilji fá aðstoð, að hann segir að höndin sé ónýt og að beiðnin sé óþvinguð og ótvíræð og hún sé gerð
þegar bara þið eru að tala saman. Bara meðan það aðstofamaðurinn má ekki vera með. Að teknum til þessa, þá þetta kannski ekki neitt sérstaklega mikið flóknar og þetta hefur verið. Við þurfum bara að vera meðvituð það, að það geta verið aðrar ástæður að baki. Og við flækjum okkur ekki í það, þótt að viðkomandi mæti og segi ég með Alzheimer. Og það komi upp seinna í samtalinu að vegna þess að ég með Alzheimer það geti ekki notað höndina. Því það svona hljómar pínu eins og það hafi gerst í þessu dæmi sem allir eru vantilega búin að lesa eitthvað En ef að þessi skilyrði ekki uppfyllt, það getur alveg gerst líka og þá þarf maður bara að standa bara svona svolítið með sig. Ég veit að það getur verið mjög erfitt. En ef að viðkomandi getur ekki sagt að hann vilji kjósa og hann þurfi aðstoð og lýsi því yfir á skýran hátt, þá verður að synja þessari beiðni. Það verður bara að neita því. Og þá þarf að greina aðstofamanninu frá því að það hafi ekki verið fallist á það að veita þessa aðstoð. Það eru engar skýringar gefnar á því, vegna þess að það trúnaður á milli ykkar og kjósandans og þetta endanleg niðurstaða. Engin pressa samt, sko. En það bara mjög mikilvægt að við gerum þetta bara vel og fallega, gerum þetta lausnarmiðað, en samt á þann hátt og við förum aldrei út fyrir þessar heimildir sem lögin búin að skapa okkur. Og við getum mörg haft þær skoðanir að lögin sé ósanngjörn og það má alveg rökstyðja það á langan hátt, en þetta eru samt lögin og við getum ekki að vera uppvísa því að brjóta þau. Það bara gengur ekki upp. Þannig að ég treysti ykkur öllum alveg óendanlega til þess að gera þetta bara vel. Þannig að vonandi þurfum við ekki að horfa upp á eitthvað svona á kjördag eins og við búum að ganga yfir í fjölmiðlum núna sem hefði verið hægt að leysa með einfaldan hátt. En síðan bara praktískt séð þegar búið að ganga frá þessu, þá bara fylgið kjósandanum aðstoðarmanninum í kjördeildina, kosningin stöðvuð, passi bara upp á það og passi bara upp á það að undirkjósandinn hafa svolítið stundum með að þeir vísa þessum kjósendum til hverfis, þá bara stöðva kosninguna allan tíman á meðan það bara passi upp á það að þeir geri það ekki, vegna þess að stundum tekur þetta bara tíma, bara 20 mínútur, það engin ástæða til að loka kjördeildin allan tíman á meðan. Kjördeildin heldur bara áfram og þið stöðvið bara kosninguna þegar þið komið og hleypið kjósandanum að viðkomandi kýrs með sínum aðstoðarmanni og allir eru glaðir. Ég geri ráð fyrir að séu spurningar. Já. Tómas Ingi spyr hvernig það eftir ef kjósandinn með fleiri en eina skerðingu getur til dæmis ekki notað höndina og notað táknmál. Þarf kjósandinn þá bara að vera með vottorð frá réttindagæslumanni? Og sem sagt ef við erum ekki færum að spyrja kjósandan og fá svar í einrúmi bætina við. Já, sko, ef að kjósandinn með vottorð frá réttindagæslumanni, þá gilda náttúrulega þær reglur. Þá sko þarf viðkomandi ekki að uppfylla þessi skilyrði sem við vorum að fara fram á. Hann þarf ekki að geta sagt það ótvírætt. Þá það vottorðið sem sýnir fram á það. Vottorðið gefur það til kynna að þessi aðili þarf aðstoð til þess að kjósa og þá þarf ekki að eiga sér stað þetta samtal kemur fram í vottorðinu. Þið fáið með gögnunum ykkar símanúmer allra þessar réttindagæslumanna. Þannig að ef að þessi aðstæða kemur upp, þá að láta viðkomandi kjósanda og aðstoðarmann fá númer og þá hægt að fá þetta vottorð og viðkomandi getur þó komið aftur. Ef að viðkomandi kjósandi með fleiri en eina skerðingu, þá bara merkt við höndin ónótæf. Ekki nema viðkomandi sé uppfylli bæði skilyrði, þá má merkja í bæði. En annað nóg. Ég ætla að vona að þetta var svara spurningunni, ég ætla að vona að ég skilja hann rétt. Einmitt og Kristína spyr á samanskapi hefur komið upp svo staða kjósandi tjáð sem hætti sem við kunnum ekki að lesa úr, táknmál, tölva og svo framvegis. Vottorð réttindagæslumanns. Nákvæmlega. Lúðvík Vilhelmsson spyr fær hann aðeins að velja úr þeim 3 fulltrúum sem í kjörstjórn? Það gert ráð fyrir því, já. Ég man ekki til þess að það hafi komið upp atvik þar sem að kjósandi hefur komið í kjördeild og óskar eftir aðstoð að hann hafi viljað fá einhvern annan heldur en þess að 3 sem að sitja þar en ef hann óskar eftir einhverjum úr hverfiskjörstjórn eða einhverjum öðrum starfsmönnum, sjálfsagt að verða við því, en þetta verður náttúrulega að vera starfsmæður. Starfsmæður kjörstaðarins eru þeir sem eru bundin þagnarskyldu, annars ertu þá bara komin í það að velja þér aðstoðarmann og þá þarftu að fara í hitt dæmið allt. En
ég sé ekkert sem að í raun og kemur í veg fyrir það að þú veljir einhvern annar kjördeild. Það bara, ég held að það sé frekar langsótt. En það gæti verið að viðkomandi myndi vilja fá einhvern hverfiskjörstjórnarmann með sér. Það bara hið besta mál. Að fara, já. Það bara hið besta mál. Það bara hið besta mál. Bara passa þessi starfsmaður. Já, einmitt. Eru fleiri spurningar í var? Nei. En hvað segir þið? Eru þið til í þetta? Er þetta skýrt? Ég meina þið treystið ykkur alveg í þetta. Ég veit að þetta búið að vera skringileg umræða, en eins og ég segi, við erum ennþá með sama lagaumhverfið. Núna þurfum við bara að koma til móts við umræðuna og í raun og veru það sem hefur komið í ljós. Þannig að vera bara meðvituð þetta. Við erum ekki að fara að túlka þetta þröngt og við erum ekki að fara að túlka þetta með ykkur læknisfræði. Þannig að við treystum kjósandanum ef hann kemur og lýsir þessu yfir. Þú vilt kannski vera í. Já, það reyndar bara mjög fínt dæmi vegna þess að þetta ákvæði til dæmis notað að vera höndin ónóthæf þegar að kjósendur fá núna að greiða atkvæði sóttkví inn í bílnum vegna þess að þeir eru sóttkví, þeir komast ekki að atkvæðaseðlinum. Þannig að það er búið að túlka þetta í raun og veru það vítt að ef þú ert í sóttkví þá getur ekki notað höndina til þess að greiða atkvæði. Þannig að það hjálpar kannski enn meir fyrir okkur að sjá fyrir okkur alls konar atvik sem gera að verkum að kjósandi getur ekki nýtt höndina á meðan við búum við þessi lög. Hvað erum við meira hérna? Já, svo er þetta hver veit maður aðeins að aðstoða einn kjósenda, þá erum við að tala hennar persónulega aðstoðamann. Við höfum lent í því að það hefur komið bíl frá þjónustukjarna, það má ég kalla þetta sambæli lengur, þetta á að heita eitthvað annað. Já, Ebba. Sértækt húsnæðisúrræði, það kemur sem sagt bíl til dæmis með nokkrum heimilismönnum og sami starfsmaður sem að fylgja kannski 4 hefur óskað eftir því að fá að aðstoða alla. Það sem þetta er ekki heimilt, það hver og einn má bara aðstoða einn. Þannig að það er að passa upp á það. Starfsmenn kjörstjórnar geta náttúrulega sjálfsögðu aðstoða alla sem að óska eftir því. Og bara til þess að hamra enn frekar á þessu að þetta er ykkar mat og það er þetta sem að mun reyna á. Kjósandi verður sjálfur geta tjáð þennan vilja með skýrum hætti að hann óski aðstoðar fulltrúan sem hann hefur valið. Og það hafa alveg komið dæmi þar sem að kjósandi hefur sest inn með hverfiskjörstjórnarmanni og sagt ég vil alls ekki þessi maður aðstoða mig. Og þá er það svo mikilvægt að halda þennan trúnaðarfall fram bara neitt því miður til þess að þannig að viðkomandi aðstofamaður sem var verið að hafna fái enga vitneskju það að það var málið og viðkomandi hefur það bara farið og kosið með aðstoða kjörstjórnarmanns, jafnvel hverfiskjörstjórnarmanns og allir glaðir. Og síðan eru það þessi vottorð, við erum búin að fá númerinn frá þessum réttindagæslumönnum sem verða á vakt allan kjördag, þannig að það er líka úrræði sem er mjög gott að benda fólkinu á og við erum með ritanda sýnishorn og það mun fylgja í gögnunum ykkar. Þá er ég búin og hvor af ykkur bakkabræðurum ætlar að taka þetta? Páll Hilmarsson. Páll sem sagt samdi sínar eigin glærur, en ég er með að prenta út fyrir hann samt. Það heldur sé ekki rétt. Það held ég að sé vissulega rétt, ekki samt ég þetta. Ég held þetta sé nú sömu glærurnar og í fyrra. Við höfum lesað yfir náttúrsunum með það. Heyrðu, komið sæl, ég heiti Páll, kallaði Palli. Ætla að segja ykkur aðeins utankjörfundaratkvæði og uppgjörið ykkar. Það verður óbáslega mikið af þessum utankjörfundaratkvæðum. Við erum með veðmál í gangi og ég held að þau nái 30.000 í Reykjavík úr kjördæmunum. Og þið fáið þau annarkvort morguninn þegar þið sækið kjörgögnin ykkar eða mjög snemma morguninn. Það fer svolítið eftir hvernig okkur gengur að vinna þetta. Þegar þið fáið þau, hvort sem það eru morguninn
eða klukkan 10 eða klukkan 11 ekki sitja á þeim til klukkan 3. Þegar ég koma þeim strax í kjördeildirnar þannig að þau getur byrjað að vinna. Því að annars hef ég vakað alla nóttina til einskis og það finnst mér ekki gaman. Þið þurfa ekki að fara yfir þau, þið bara farið með þau. Þau koma flokkuð, þau fylgja nafnalistar. Þeir nafnalistar verða réttir, þangað til annað kemur í ljós. Ef þeir eru rangir þá þurfum þið ekki að hafa miklar áhyggjur af því, en það er allt í lagi að hringja í mig og segja mér frá því. Það hefur alveg komið fyrir. Ef að ykkur berast atkvæði á kjörstaðinn yfir daginn sem eiga ekki heima hjá ykkur, þá við segjum svo að þið séu alltaf mér á skóla og einhver kemur og skila til ykkur atkvæði sem á verið í MS, þá ef þið getur komið niður í MS þá er það bara fínt. Ef þið viljið frekar koma þeim í ráðhúsið eða einhvern veginn, eða hringi mig eða eitthvað, þá bara möndlum við það. En hérna reynið í það minnst að koma þeim til skila. Ef ykkur berast atkvæði sem eru í öðru kjördæmi en hérna þið eruð í, þá þarf helst að koma þeim hérna í ráðhúsið. Við ætlum að vera í ráðhúsinu að möndla með þessu utankjörfundur atkvæði á kjördag. Við erum ekkert í Hagaskóla, þannig að það bara á að berast allt hérna í ráðhúsið. Ef þið eru í einhverju vesinni eða eitthvað er að, þá hringið þið í mig eða hana. Hvað er þetta? Þetta er ekki það sama stendur hér. Hvað? Nú hana? Þið sjáu hvernig þetta er. Hringið mig eða Auði Lilju. Símanúmer okkar er í hverjunu. Og hérna, okkur finnst gaman að tala við ykkur. Þetta er það sem ég var að segja ykkur. Og í lokin, ég segja þetta einu sinni enn, þið verða að passa það að þegar þau eru búin klukkan 10, þau eru búin að setja innri umslögin í kassan og náttúrulega aldrei fyrr, að þið bara spurðið þau eða skoðið stóru ytra umslagið að það sé alveg örugglega tómt. Það er alltaf það sem að villa í uppgjöri eða langoftast felur í sér, að það er merkt inn alls konar utankjörfundaratkvæði og svo fara þau aldrei í kassan og svo stemmir ekkert. Nei, þau merkja þau en setja þau svo ekkert í kassan og svo eru þau bara í umslögunum og fylgja náttúrulega svo sem gögnunum á talningarstaða en þetta setur allt uppgjörið í uppnám og þetta verður í brúnum bréfbókum. Það er ekki hvítir plastbókar. Þetta er plastlausar kosningar og því sem næst. Þá ætlum við að fara aðeins yfir uppgjörsblaðið. Það er alveg eins og áður, nema nú höfum við þrenns konar kynskráningu. Þetta er uppgjörsblað undirkjörstjórna sem að þau færa ykkur og þið færið inn í rafræna eyðublaðið og þetta er bara alveg eins og venjulega nema þarna stendur karlar, konur, kynsegin, annað. Og hérna rafræna uppgjörsblaðið verður í tölvupóstinum ykkar og hérna, hér er eitthvað að gerast. Við erum búin með klukkutíma. Ég er líka bara rétt að byrja. Hérna, það verður í tölvupóstinum ykkar og svona einhverja leiðbeiningar með því sem við sendum út á föstudaginn. Og bara þegar kjörfundur lýkur þá lappið þið í kjördeildirnar, skoðið fráganginn utankjörfundaratkvæðunum og hérna farið yfir þessu uppgjör og hann er náttúrulega farið yfir það vegna þess að þið sláið þetta inn í uppgjörsblaðið ykkar og þá er það tiltölulega gott. Gott verklag. Má ég aðeins spyrja út af þessum utankjörfundaratkvæðunum hvar eru deildirnar óstaðsettur í húsi? Það er annars vegar 9. í Ráðhúsi Reykjavíkur og 5. í Hagaskóla. Já, ok. Það var alltaf svo 8. í Hagaskóla, nú eru bara 5 kjördeildir þar. Yes. Þegar er komið í uppgjörið, nú er allt búið og hérna búið að slökkva ljósin og þið eru bara á leiðinni, þá hérna eigið þið að vera búin að prenta út uppgjörsblaðið ykkar, stóra, og undirrita það. Ef þið getið það ekki, prentarinn er bilaður eitthvað, ekki fara taugum í því,
af því þetta rafrænt, en það æskilegt að þið gerir það. Svo eigið að vera tilbúin með ágreiningsseðlana. Það er að segja þau utankjörfundaratkvæði sem undirkjörstjórnin ykkar segja við ykkur að það sé einhvers konar galli á fylgiseðli eða á atkvæðinu á einhvern hátt. Þetta eigið að hafa tilbúið. Ekki grafa það neðst í brúna bréfpokann. Heldur veriði með þessu umslög uppi við þegar þið komið. Eða í það minnst að vitið hvar þau eru. Ef það eru einhver svona óvist utankjörfundaratkvæði sem ykkur hafa borist þá eigið þið líka að hafa þau tilbúin. Allt annað, það setið þið í töskuna og þegar þið komið niður í Laugardalshöll, þá tekur einhver af ykkur töskuna og setur hann út í horn og þið sjá hann ekkert aftur. Þannig að þetta eigið að hafa klárt. Hingað til hefur það verið þannig að við höfum tekið þessa svokölluðu uppgjörsfundi. Það hefur bara verið einn og einn í hvoru kjördæmi. En núna að þið eru orðin svo mörg, þetta eru 24 kjörstaðir, þá ætlum við að gera þetta örlítið öðruvísi að því leytinu til að það verða 2 teymi í hvoru kjördæminu. Og þið komið með útprentaða uppgjörsblaðið ykkar, ágreiningsseðlana, óvistu atkvæðin ef einhver eru, setjist niður hjá öðru hvoru af þessum teymum. Við förum yfir það, svo förum við stuttlega yfir svona hvernig dagurinn gekk og svo það búið. Og vonandi mun þetta þýða að þið komist fyrir heim og við klárum fyrir að telja. Við erum að reyna að koma í veg fyrir að þið komið kannski niður í Laugardalshöll klukkan 11 en uppgjörið ykkar ekki búið fyrir klukkan 12 og þið standið þarna einhverju röð í klukkutíma í tómum leiðindum. Við ætlum að reyna að gera þetta betur núna. Það engin minnislykill. Allt á internetinu. Þetta þetta margumrædda uppgjörsblað sem bara hér til sýnis, það alveg eins og áður nema sem fyrr. Hér eru karlar, konur og kynsegin. Hér spurning úr sal. Já, ég vil svar, takk. Varðandi samgöngur úr Laugardalshöll. Eru við skuttla aftur á kjörstaðin síðan? Úr Laugardalshöll? Þess að segjum að við mætt á kjörstað án, bara gangandi. Svo fyrir við þess niður í Laugardalshöll og erum við þá bara föst í Laugardalnum. Að loknum kjörfundi? Já. Já, þá varstu bara fastuð þar. Takk. Þú bara kemur þér þangað sem þú vilt fara? Við finnum út úr því. Ef að einhver sem að fylgja gögnunum minni í Laugardalshöll bíllaus þar, þá bara talar við eitthvað á okkur og við finnum út úr því. Við erum fullt af bílum og alls konar allir að fara eitthvað. Ég skal skutla þér heim. Já, sko. Þið redda svona. Þetta uppgjörsblað, þetta hér, þetta útfyllist sjálfkrafa þegar þið færið inn uppgjör hjá undirkjörstjórnunum. Við þurfum bara að fullvissa ykkur að þetta sé ekki rautt. Það verður rautt ef að hlutinir ekki stemma. Þið prentið þetta út og undirritið. Það verður útprentað pappírseintak tómt ef að heimurinn hrynur og það verður ekkert internet eða rafmagn, að þá getið þið fært þetta inn handvirkt. Ég hef ekkert meira að segja. Hefur einhver spurningar þetta mál? Ekki þagnin einn? Þá hef ég lokið máli mínu. Ég segi bara gangi ykkur vel. Þakka þér innilega. Bara nokkur atriði frá mér. Ég vil bara að þið vitið af því við erum með hverfiskjörstjórnarmann í Reykjavíkurkjördæmi Suður sem mun þurfa að flytja sig yfir í Reykjavíkurkjördæmi Norður. Staðirnir sem ykkur hefur verið úthlutað núna eru ekki meitlaðir í stein. Það gæti tekið breytingum. Og ég bara bið ykkur lengstra orða að vera ekki brjáluð við mig þegar ég þarf að færa ykkur eitthvað. Það bara svo leiðis. Þar fyrir utan þurfum við að fara yfir hver ætlar að sækja gögnin. Ég veit að flest ykkar þekkja það fyrirkomulag að 2 mæta í Ráðhús og 2 eða Háskóla til að sækja gögnin á morgni kjördags. Ég ætla að senda ykkur öllum aðskilda tölvupósta á morgun og fara yfir það. Fyrir þau ykkar sem eruð að vinna með Davor sem í Foldaskóla, þá ætlar hann að sækja og Auður Ösp í Klébergsskóla
er búin að bjóðast til að sækja. Þessi 2 eru búin að tilkynna mér það í tölvupósti, en annars fer ég bara, sendi ég ykkur þeim ykkar sem eru að vinna saman stakan póst á morgun og við finnum út úr því í pósti. Ég gerir ráð fyrir að morgundagur muni bara mestuleiti fara í það. Þetta eru svo margar hverfiskjörstjórnir. Öðru leiti vil ég bara þakka gott hljóð, segja gangi ykkur brjálæðislega vel. Ég verð við netfangið kosninga@reykjavik.is meiri eða minna allan sólarhringinn þessa vikuna. Er með síman 411 49 15 stiltan í gemsan minn og er bara, við erum tilbúin til að svara öllu sem að kann að koma upp og Ari Karlsson vil segja eitthvað. Bara ekki 10 kosningar? Já, mikilvægt að skrifa ekki kosningar með 10 vegna þess að þá fæ ég ekki póstinn, sko. Já, svo verðið þið líka rekin að sjálfsögðu af því að þið eigið að kunna að skrifa þetta orð. Enga spurningar, Ívar? Já, var kannski meina internetið en... Þá bara þökkum við kærlega fyrir okkur og sjáumst á laugardaginn. Stórkostlega.